Fjórði þingfundur settur. Fyrirspurninni verður svarað í kringum 11-leytið. Við göngum þá til dagskrár. Fyrsta mál þingskjali 1b, síðari umræða, nefndarálit og þingsályktun við skýrslu biskups og stjórnar þjóðkirkjunnar 2024 frá allsherjarnefnd. Framsögumaður Auður Torfberg Jónasdóttir og tekur hún til máls. Ég sé nefndarálit og þingsályktun við skýrslu biskups og stjórnar þjóðkirkjunnar fyrir árið 2023 til 2024. Allsherjarnefnd hefur fjallað skýrslu biskups Íslands og stjórnar þjóðkirkjunnar ásamt ávörpum við setningu þingsins. Nefndin þakkar biskup Íslands, forseta kirkjuþings og dómsmálaráðherra fyrir ávörp þeirra við þingsetningu í Háteigskirkju. Drífa Hjartardóttir, forseti kirkjuþings, gerði meðal annars málefni fræðslu barna og ungmenna að umtalsefni sínu, svo nauðsyn þess að sóknargjöldum sé skilað lögum samkvæmt. Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, talaði meðal annars að bjart væri yfir framtíð kirkjunnar og greindi frá áherslum sínum í því sambandi. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, ávarpaði þingið og talaði meðal annars rætur kristinnar trúar í sögu og menningu þjóðarinnar. Kirkjuþing samþykkir skýrslu stjórnar þjóðkirkjunnar og biskups Íslands með eftirfarandi þingsályktun. Kirkjuþing þakkar fráfarandi biskupi, sér Agnesi M. Sigurðardóttur, fyrir störf sín og býður nýjan biskup, sér Guðrúnu Karls Helgudóttur, velkomna til starfa og óskar henni velfarnaðar í störfum sínum. Einnig þakkar Kirkjuþing stjórn og starfsfólki þjóðkirkjunnar fyrir störf sín á árinu. Kirkjuþing fagnar viðsnúningi í rekstri og að myndast hafi varasjóður. Einnig að öll þjónusta sé komin undir eitt þak og nýtt skipurit hafi öðlast gildi. Kirkjuþing tekur undir með stjórn mikilvægi þess að unnin sé fasteignastefna svo og áætlun viðhald fasteigna í eigu kirkjunnar. Kirkjuþing tekur undir með biskup Íslands að biskup eigi að vera þáttakandi og styðjandi í lífi þjóðarinnar. Einnig að vel hafi tekist til við kirkjudaga 2024, sálmafoss og heiðursviðurkenningu Liljunar, þar sem 550 kórfélagar fengu viðurkenningu fyrir að hafa sungið í kirkjukór í 30 ár eða lengur. Einnig tekur Kirkjuþing undir orð biskups mikilvægi þess að eiga samtal við sóknir og þær hafi aðgang að ráðgjöf og þjónustu á biskupsstofu. Undir þetta ritar öll allsherjarnefnd nema Axel og Hjörleifur voru fjarlægðir. Orðið laust. Enginn hvað séu ljós og þá síðari umræðu lokið til þess að geta samþykkt fyrsta mál á þingskjali 1b. Gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir að samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá tekið fyrir annað mál, þingskjali 2b, síðari umræða, nefndarálit og þingsályktun tillögu til þingsályktunar fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar fyrir árið 2025 frá fjárhagsnefnd. Framsögumaður Sigurður Grétar Sigurðsson og nú tekur hann til máls. Forseti. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið. Fjárhagsnefnd fagnar þeim árangri sem náðst hefur í fjármálum á síðustu 3 árum sem stafar af rekstrarhagræði síðastliðinna ára. Fjárhagsnefnd þakkar starfsfólki þjóðkirkjunnar fyrir þeirra störf og það aðhald sem þau hafa sýnt við reksturinn. Fjárhagsnefnd tekur undir mikilvægi þess að fjárhagsáætlun taki mið af áherslum biskup Íslands fyrir árið 2025. Fjárhagsnefnd telur mikilvægt að Skálholt og Skjólið verði sérstakir liðir í fjárhagsáætlun með það markmiði að tryggja betri sýn yfir reksturinn í heild. Í því samhengi telur nefndin nauðsynlegt að endurskoða fyrirkomulag við úthlutanir úr sjóðum kirkjunnar. Fjárhagsnefnd telur mikilvægt að gerð verði verkefnatengd fjárhagsáætlun til 3 til 5 ára og hugað verði að fjárfestingarstefnu þjóðkirkjunnar. Þingsályktun. Fjárhagsnefnd leggur til að kirkjuþing 2024 til 2025 samþykki fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar fyrir árið 2025 eins og hún birtist á þingskjali 2a. Reykjavík 28. október 2024 og undir þetta ritar fjárhagsnefnd. Orðið laust. Enginn
Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt málið, annað mál á þingskjali 2b, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti að samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Tekið fyrir 18. mál á þingskjali 18b, síðari umræða, nefndarálit við tillögu til þingsályktunar sölu fasteigna frá fjárhagsnefnd, framsögumaður Arna Grétarsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, við flytja nefndarálit við tillögu til þingsályktunar sölu fasteignarinnar Kópnesbraut 17, 510 Hólmavík. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið og leggur til að málið á þingskjali 18a verði samþykkt óbreytt og mér var falið það að fjárhagsnefnd að ítreka það að það yrði fundið viðunandi húsnæði fyrir þann press sem tæki við af þeim sem að þjónar Hólmavík núna. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Lagt er til að 18. mál á þingskjali 18b verði samþykkt. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti að samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá tökum við fyrir 7. mál, þingskjali 6b, síðari umræða, nefndarálit og breytingatillögur að starfsreglum við biskup Íslands frá löggjafarnefnd, framsögumaður Magnús Erlingsson og tekur hann út til máls. Forseti, löggjafarnefnd fjallaði bæði 7. og 7. mál sem voru keimlík og við ákváðum að sameina þau í eitt mál sem við reyndar númerum sem 7. mál og það eru breytingatillögur þarlegandi út frá 7. máli eins og það var. Fyrsta málsgrein önnur grein breytist og hljóðar svo: Biskup skal tryggja þjónustu orðs og sakramenta og gæta postulegrar trúar samkvæmt orði Guðs og játningu og kirkjuskipan evangelísk-lúterskrar kirkju. Þannig er nikað til tveimur orðum þar sem við töldum að þá er setningin betri og skiljanlegri. En það er engin efnisleg breyting. Önnur grein. Við bætist ný grein sem verður 10. grein sem hljóðar svo: Biskup leggur í samstarfi við framkvæmdastjóra þjóðkirkjunnar fram fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu fyrir kirkjuþing ár hvert. Og ég vek athygli á þessum orðum í samstarfi við framkvæmdastjóra að þarna er verið að tala samvinnu og þetta er samráðjá og samstarfi, er það ekki samvinna? Það er þá eitthvað alveg nýtt ef samstarf er ekki samvinna. Við erum þá ekki sama málsvæði hér, en auðvitað þarf þetta að vera því að fasta 75% af útgjöldum kirkjuna fer jú í laun. Og þarna er viðbótargrein til þess að hnykkja á þessu sem auðvitað er í raun bara sjálfsagt. Og þá kemur 3. grein að 10. grein verða 11. grein. Og undir þetta ritar öll löggjafarnefndin. Á ég að lesa þetta? Nei. Orðið er laust og til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti, fáum við þarna aðra greinina. Breytingatillögunni. Hermann, önnur greinin í breytingatillögunni. Þarna stendur: Biskup leggur í samstarfi við framkvæmdastjóra þjóðkirkjunnar fram fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu fyrir kirkjuþing ár hvert. Ég var nú svolítið hissa því ég sá þetta. Og við leggjum fram
stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun með framkvæmdastjóra og það er framkvæmdastjóri sem leggur hann upp við stjórn og þannig höfum við unnið þetta undanfærin þing og ég bara átta mig ekki alveg á þessu. Hvernig menn eru að hugsa sér vinnulagið við fjárhagsáætlun. Biskup situr að auki fundi stjórnar, boðaður þangað og við erum einmitt með þetta fyrirkomulag til að tryggja það að við séum með góða samþættingu milli þeirra ákvarðana sem við tökum varðandi fjárhag kirkjunnar og þeirra þjónustu sem að fjárhagurinn á að styðja. Það getur ekki verið hugmynd að klippa stjórnina út úr þessu ferli. Við vinnum allt öðruvísi í þessu. Þannig ég skil ekki hvað þarna er á bakvið og er mjög hissa á þessu. Það þyrfti náttúrulega, ég hefði þá lagt til þá breytingu bara að biskup leggur í samstarfi við þjóðkirkjuna. Stjórnin vinnur þetta með framkvæmdastjóranum, hún getur aldrei gert annað. Og þetta er alltaf unnið í nánu teymi og samstarfi framkvæmdastjóra og stjórnar. Hér er einhver misskilningur og ég vísa aftur í skipuritið, það er leiðinlegt að þau eru alltaf að tala skipuritið, því að við erum búin að vera að fara yfir það og ræða það og samþykkja það. Þannig að þarna þykir náttúrulega stjórnin að koma við sögu. Og það er mín þá breytingartillaga við breytingartillöguna að við vinnum þetta eins og við höfum unnið þetta sem hefur gengið afskaplega vel eins og síðasta fjárhagsáætlun og skýrsla stjórnar auðvitað greindi þinginu frá hér í upphafi þessa þings. Ef breytingartillaga að koma fram þá verður nú bera skriflega núna. Til máls tekur Bryndís Marley Elídóttir eftir henni tala vígslubiskupinn í Skálholti og svo Óskar Magnússon. Voru fleiri búin að gefa sig fram? Bryndís Marley tekur til máls. Forseti, þarna var á engan hátt verið að ganga fram hjá stjórninni, heldur sáum við þetta einmitt í þessu orði hérna samstarfi að þegar að verður að vinna að fjárhagsáætlun sem við höfum lagt áherslu á og allavega ég skilja þannig að það sé að framkvæmdastjóri vinnur að fjárhagsáætlun og vinnur það sem nú leggur fyrir stjórn og þar er dunnið saman að þegar að, já, einmitt, það er leiðin sem er farin sko. Þannig að þegar að verða að hefja þá vinnu að þá liggur að sjálfsögðu til grundvallar fjárhagsáætlun sem að biskup er búinn að undirbúa í tengslu við vígðaþjónustu. Þannig að ég sé þetta alls ekki sem einhver flækjustig þarna, mér finnst þetta bara svona eðlilegt verklag að sjálfsögðu er biskup og biskupafundur með heildarsýn yfir vígðu þjónustu í landinu þar sem er ákveðin fjárhagsáætlun. Þetta hluta af heildarskipulaginu eins og kemur svo vel fram í skipuritinu og mér finnst alls ekkert leiðilegt að nefna það oft. Þannig að ég sé þetta bara alls ekki sem vandamál þó þetta standi svona. Mér finnst þetta mjög skýrt. Það verið að hefja undirbúninga fjárhagsáætlun, að sjálfsögðu kalla framkvæmdastjóri á biskup, hvernig lítur fjárhagsáætlun út fyrir hina vígðu þjónustu og þannig tekur framkvæmdastjóri boltan áfram og hefur síðan samband við stjórn og það er þetta unnið. Þannig mér finnst þetta bara mjög skýrt svona og við þurfum ekkert endilega að vera hræri í þessu og ekki einu sinni eyða löngum tíma í að tala sjálfsagt. Til máls tekur vígslubiskup Kristján Björnsson og eftir honum talar Óskar Magnússon, Jan Árni Helgason og Magnús Erlingsson. Já, hér komið tækifæri til að minna á að þetta eru verið að ræða starfsreglur biskup Íslands. Eitt grundvallar hlutverk biskups Íslands er að útvega og tryggja söfnuði landsins vígða þjónustu og þar af leiðandi er honum skylt, hlýtur að vera skylt, að leggja fram fjárhags og jafnvel mætti standa fjárhags og starfsáætlun fyrir vígða þjónustu. Þetta liggur í því að telja stöðugildin og tryggja það að söfnuði landsins fái prestlega þjónustu, vígða þjónustu presta og djákna. Og ég að sem að er mjög greinilegt biskup leggur í samstarfi við framkvæmdastjóra. Ég ætla bara að biðja stjórn þjóðkirkjunnar að bakka aðeins hérna og átta sig á því að það er verið að ræða starfsreglur biskup, ekki stjórnina og þar af leiðandi er fókusinn þar. Þetta eru sérstakar skyldur á biskupinn að hann þarf að gera þetta og það er ekkert sem segir í starfsreglum biskup Íslands hvað stjórnin á að gera, skiljiði. Þannig að þetta er í samstarfi við framkvæmdastjóra og þar af leiðandi er þetta mjög eðlilegt. Svona hefur þetta verið í áratugi í kirkjunni og er
grundvallar atriði alveg aftur til hinnar postulegu þjónustu að biskup, þetta er einn megin skylda biskupsins, það er að vígja presta og djákna og koma þeim út og koma þeim í starf og þetta er verið að leggja áherslu á það og draga fram hvað er raunverulega mikilvægt í praxís fyrir biskup Íslands. Þetta er ekki reglur stjórnina, ég bara ítreka þetta og þar kemur allt skýrt hvað hún á að gera og samstarf biskups stjórnina. Þetta ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt vegna þess að, eins og ég segi, þetta er grundvallar hlutverk biskups Íslands og snertir það á allan hátt og þess vegna styðji þessa tillögu eins og hún orðið svona. Það eina sem ég hefði viljað sjá er fjárhags- og starfsáætlun, en fjárhagsáætlun kemur á sjálfur sér þegar þú ert búin að telja stöðugildin, af því að það breytist bara, það er bara verð á hverju stöðugildi. En þetta er svona, þetta tryggir það að biskup er innan rammans og kirkjuþing sem hefur æðsta vald í fjármálum og fjárhagsmálum kirkjunar, fjárstjórnarvaldið, getur breytt þá þessum potti sem að biskup Íslands hefur til ráðstöfunar til víðrar þjónustu. Þetta er mjög mikilvægt að þetta sé hjá biskupi, skylda hans. Takk fyrir það og þetta er góð tillaga. Til máls tekur Óskar Magnússon og eftir honum talar Árni Helgason. Forseti, ég ætla nú bara að róa stjórnina. Hérna er eins og Malla sagði hérna áðan, það er ekki ætlunin að taka neitt af þessu hlutverki frá stjórninni. Löggjafarnefnd ræddi þetta í gær og þetta er sem sagt á forstigi og þetta er eins og sagt er, væntanlega búið að gera þetta svona áður en að þetta kemur til framkvæmdastjóri situr með biskup og þetta fer síðan fyrir stjórn og síðan var hér tillaga það síðan leggur stjórnin þetta fyrir kirkjuþingið. Ég las hérna fyrir ykkur úr greinargerð með því skipuriti sem hérna gildir og þar segir meðal annars þegar við gerð fjárhagsáætlunar þar skulu allar helstu útgjaldaliðir tilgreindir, skipan starfsmanna, hvort sem er í víðri þjónustu eða annarri, skal biskupafundur við gerð fjárhagsáætlunar leggja fram heildarsýn á skipan prestakalla, prófastsdæma og fjölda presta og sóknum á prestaköllum. Þetta er grunnurinn að þessu yfirliti sem að biskup á að gera við gerð fjárhagsáætlunar og Kristján á reyndar að vera þátttakandi í því samkvæmt þessu, en þetta snýst ekki bara það að telja prestana. Þetta snýst það að hafa eitthvað viðborið skipulag á því hvar þeim er skipað, prestum og öðrum vígðum og reyndar óvígðum líka. Þannig að, ég held að það sé alveg ástæðulaust að stjórnin hafi áhyggjur af þessu. Það var ekki skilningur okkar í löggjafarnefndinni þegar við vorum að setja þetta inn, að það væri eitthvað verið að breyta þessu ágæta vinnulagi sem virðist hafa gengið upp og ég held að þetta megi bara standa eins og þetta er. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum talar Magnús Erlingsson. Forseti, orð hafa merkingu og hafa afleiðingar. Hér stendur skýrum stöfum að biskup í samstarfi við framkvæmdastjóra þjóðkirkjunnar leggur fram fjárhagsáætlun fyrir víðra þjónustu fyrir kirkjuþing ár hvert. Við erum ekki að gera neina athugasemd við það sjálfsögðu á biskup og biskupafundur að vinna með framkvæmdastjóra á því að búa til fjárhagsáætlun. Þetta snýst það hver leggur hana fram. Það er ekki biskup og framkvæmdastjóri. Það kemur í gegnum stjórn. Það er eina athugasemdin. Og hættan er svo eins og menn hafa nú orðið varið við að við erum að semja starfsreglur út og suður og svo stangast þær á. Og hver hefur þá mesta gildi? Hver er reglan í því? Þannig að til þess að forðast það stangist á, að þá er bara einföld breyting í þessa veru sem að segja biskup vinnur í samstarfi við framkvæmdastjóra þjóðkirkjunnar fjárhagsáætlun fyrir víða þjónustu fyrir kirkjuna
sem lögð er fram á stjórn, eitthvað slíkt. Ég veit að Rúnar er búinn að skrifa breytingartillögu í þessa átt, þannig að það er algjör misskilningur ef að menn halda það að stjórnin vilji ekki að biskup og biskupafundur sé í samstarfi við framkvæmdastjórum áætlunina. Ég veit ekki hvernig mennum dettur það í hug. Magnús fellur frá orðinu, til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, þetta er nú búið að vera mjög skemmtileg svona umræðu formsatriði, en Óskar las upp sko nákvæmlega það sem þetta mál snýst um. Ég vil segja samt, ég held að allir hafi haft rétt fyrir sér sem hafa komið hérna upp, menn voru ekki að tala um sama hlut. Ég held að þetta sé mjög skýrt hérna, ef við skoðum þetta í þessu samhengi og í samhengi líka við skipuritið, góða, og ég held að við sem að komum svona hvað mest nálægt í loki, við erum eiginlega búin að koma hérna upp að koma skilningi okkar til skila. Þetta snýst bara um eitt af því. Það er allir, og þetta er nákvæmlega eins og við verðum að vinna þetta. Þetta snýst bara um þetta hérna í loki fyrir kirkjuþing Árkvæði. Að það er bara stjórnin sem leggur fjárhagsáætlun skiljiði fyrir kirkjuþing, það er ekki framkvæmdastjórinn, og svo hann mælir fyrir henni skiljiði. Þetta eru þetta samvinnustarf eðlilega, þannig að bara með því að fella út fyrir kirkjuþing, og ég veit að Rúnar er búinn að gera texta sem að segir bara svona í stystu máli, þá erum við lesið á eftir, en það er bara í stað leggur fyrir fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu fyrir Árkvæði, skiljiði, þannig að þetta er bara skýrt. Þá erum við með allt í samhengi líka skiljiði og allt harmonerar saman, allir sammála sjálfsögðu og ekkert vandamál. Þá tekur Rúnar Vilhjálmsson til máls í annað sinn. Já, forseti, það er misskilningur hér í gangi til að vísa eftir í víslubiskup hér á undan. Þetta snýst ekkert um aðkomu biskups, þetta mál. Svona getur nú umræðan farið út um öllum víða, en ég hefði lagt til þá breytingu að þetta orðalag væri bara einfallega þannig, því þetta er að öðru leyti ágætis hugmynd þarna á bak við þetta. Biskup vinnur í samstarfi við framkvæmdastjóra fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu Árkvæði. Það er það sem biskup á að gera. Það er nákvæmlega það sem hann á að gera, og það erum við öll sammála. Það er ekki einu sinni að telja atkvæðin á móti því, en við hann. Biskup vinnur í samstarfi við framkvæmdastjóra fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu Árkvæði. Til máls tekur Steindór Haraldsson, eftir honum talar Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, hér kristallast það sem ég oft talaði um. Það verður að skýra störf stjórnenda. Það verður að skrifa erindisbréf. Það getur ekki verið þannig að við séum að takast á það hvað hver á að gera, til hvers friðar heyrir. Við verðum að hafa þetta á hreinu. Eins þurfum við líka að skýra betur störf nefnda þingsins eftir þær breytingar sem að gerðar hafa verið á stjórnsýslu þjóðkirkjunnar. Það er ekkert mikilvægara en það í öllum störfum, en það liggi algjörlega á borðinu hvað hver á að gera. Þannig að við séum ekki að takast á það. Ég vildi koma þessu aða því að þetta passaði vel hér inn í þessu umræðu. Þess vegna það verður að skrifa erindisbréf um stjórnina, hvað sem hver segir. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, þakka kærlega fyrir umræðuna og þakka kærlega fyrir breytingatillöguna sem er mjög góð
og bara alveg í takt við það sem að við vorum að reyna að skrifa inn í þessar reglur, þannig að þetta er bara mjög til bóta þessi breytingartillaga sem styð heils hugar og við hljótum að geta fallist öll á. Mér langaði líka að koma upp til þess að vekja athygli á því að í þessu máli erum við í fyrsta sinn að samþykkja starfsreglur biskup Íslands og þetta eru alveg virkilega góðar starfsreglur sem við megum vera stolt af og treysta því að muni vera til góðs fyrir biskupsþjónustuna. Fleiri hafa ekki hjá Kristján Björnsson, biskupsbiskup tekur til máls. Forseti, ég bara vera stutt í til þessa breytingatillögu ekki vera til bóta vegna þess að í starfsreglum þarf að vera skýrt ef það er verið að setja einhverju stofnun í kirkjunni fyrir einhvern verkefni, þá þarf að vera, ef að biskup á að gera fjárhagsáætlun fyrir víða þjónustu ár hvert, þá þarf að standa fyrir fram fyrir hvern hann á að leggja það, hvert á hann að fara. Og það er bara eitt valdi í kirkjunni sem hefur fjárstjórnarvaldið. Ég skil vel titringin í stjórninni sem telur að sé svo setningum mörk þarna, en þau valdmörk eru bara mjög nauðsynleg að virða. Þetta er prinsippmál að leggja það fyrir kirkjuþing. Það er í sjálfum sér í skýrslu biskups sem var verið að fjalla hérna áðan, þá kemur fram það sem að biskup telur upp stöðugildin og hún er að fara yfir í raunverulega starfs- og fjárhagsáætlun víðra þjónustu og hvar ætti það annars staðar að sitja. Og af hverju er biskup Íslands að telja það upp í skýrslu sinni til kirkjuþings? Það er af því að hún skilar störfum sínum þangað. Ég bara legg áherslu á þetta að ef við tökum út þá verður þessi grein allt í einu gölluð, hvert á það að fara. Ef að stjórnin er svona umhuga sem er bara hefur góðan hluta kirkjuþings af því að hún er það stór með varamönnum að ef að stjórnin telur að þetta sé nauðsynlegt að taka úr kirkjuþing, að þá er verið að færa það til þá stjórnarinnar og ef að það er vilji til þess að kirkjuþingin að gera það og fara eftir þessari ábendingu og rök stjórnarinnar eru skýr, að þá þarf að standa það hvar hún á að leggja hana fram. Annars er greinin gölluð. Ég bara bend á það og ég bara vil að við virðum fjárstjórnarvald kirkjuþings á þennan hátt. Þetta í praxís er þetta með stjórninni af því að það er með framkvæmdastjóranum í samstarfi og ég bara hveti þess að við búum ekki til gallaða grein úr þessari grein sem er í lagi. Bara takk fyrir það. Til máls tekur Guðni Már Harðarsson. Forseti, ég kom bara aðeins til að mér finnst það svo skrítið sem að vígslubiskup er að segja þetta. Þannig að það er bara verið að segja það verklag sem er nákvæmlega núna í gangi og það er bara verið að staðfesta það. Og það er það eðlilega og við gætum bara skipt þessu, tökum til dæmis bara söngmálastjóra þjóðkirkjunnar. Af hverju erum við að setja það sem við erum að setja í söngmálastjóra núna? Þegar söngmálastjóri, hann leggur í samstarfi við framkvæmdastjóra þjóðkirkjunnar fram fjárhagsáætlun og svo fer hún til stjórnar og fjárhagsnefndar og hagaðila eins og við erum að segja og svo fer hún til kirkjuþings. Það er alltaf kirkjuþing sem tekur en það verður að vera þetta, framkvæmdastjóri, honum ber að halda síðan öll inni, þannig að ég skil ekki hérna túlkunin að við séum að gera eitthvað, það er ekki verið að taka valda frá kirkjuþingi, það er bara verið að álíta að biskup með þeim, hann þarf að gera þessa fjárhagsáætlun, þannig að hún standist þessi raunhæf til að þjóna því sem við erum að gera og svo er það farið réttaleið fyrir stjórn fjárhagsáætlun og endanum er það alltaf kirkjuþing. Við getum alltaf breytt þessu, ég skildi ekkert af því sem mástu segja. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá tökum fyrir breytingatillöguna fyrstu breytingatillögu. Það er önnur greinin.
og breytingatillagan á ég að lesa hann upp. Biskup vinnur í samstarfi við framkvæmdastjóra fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu ár hvert. Þeir sem geta samþykkt framkvæmdastjóra, já, nei, þjóðkirkjunnar þá. Ég las bara beint það sem stendur á blaðinu. Nei, ég er að fara yfir breytingatillöguna við breytingatillögu við aðra grein, en að byrja á því. En ég ætla að byrja bara á því að það er fyrstu grein, þá er það breytingatillögu fyrstu grein og hún er þannig biskup skal tryggja þjónustu orð og sakramenta og svo framvegis. Þeir sem geta samþykkt þetta breytingatillögu gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir hún samþykkt samhljóða. Þá tökum fyrir aðra grein og þar kemur breytingatillögu við þetta breytingatillögu sem að hljóðar eins og ég las áðan og ætti kannski að lesa aftur því að það bætist þetta við þjóðkirkjuna. Biskup vinnur í samstarfi við framkvæmdastjóra þjóðkirkjunar fjárhagsáætlun fyrir vígða þjónustu ár hvert. Vil ég ræða þessa breytingatillögu hvað meira? Svo er ekki þeir sem geta samþykkt breytingatillögu við breytingatillögu gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti. Þessi breytingatillaga er samþykkt. Þá er það 3. grein og 10. grein verða 11. grein þeir sem geta samþykkt. Það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þá ber ég þetta nefndarálit og breytingatillögur upp. Þeir sem geta samþykkt tillöguna með áorðnum breytingum gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 5. mál. Nefndarálit við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum þingsköp kirkjuþings nr. 11 frá 2021-22 með síðari breytingum frá löggjafanefnd. Framsögumaður er Jóhanna Gísladóttir og tekur nú til máls. Forseti, ég flyt nefndarálitið 5. mál, tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum þingsköp kirkjuþings með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 5a verði samþykkt og undir það skrifar öll löggjafarnefnd. Orðið er laust 5. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðar umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt nefndarálitið gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 11. mál á þingskjali 11b, nefndarálit og breytingatillaga við tillögu til þingsályktunar fjölbreyttara safnaðarstarf fyrir fjölskyldufólk frá allsherjarnefnd og framsögumaður er Ólafur Gestur Rafnsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt nefndarálit og breytingatillögu við tillögu til þingsályktunar fjölbreyttara safnaðarstarf fyrir fjölskyldufólk. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að kirkjuþing samþykki tillöguna með eftirfarandi breytingatillögu. Kirkjuþing 2024 og 2025 vísar til biskups Íslands þeirri ályktun kirkjuþingsunga-fólksins að sóknir séu hvattar til að bregðast við ólíkum þörfum fjölskyldna með því að bjóða upp á fjölbreyttara safnaðarstarf sem miðar að barnafjölskyldum. Sóknarnefndir eru hvattar til að bregðast við ólíkum þörfum fjölskyldna með því að bjóða upp á fjölbreyttara safnaðarstarf á breiðari vettvangi, til dæmis með samverum seinnipart dags til viðbótar við hefðbundnar hádegissamverur í sunnudagsskólum. Undir þetta skrifar öll nefndin en Axel og Hjörleifur voru fjarverandi. Orðið er laust 11. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðar umræðu lokið.
Þá tökum við fyrir breytingatillöguna. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingatillögu gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, hún er samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp 11. mál með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 13. mál, nefndarálit og breytingartillaga. Við tillögu til þingsályktjunar þarfagreiningu og starfsmat fyrir starfsemi þjóðkirkjunnar og stofnanir hennar. Það er frá allsherjarnefnd, framsögumaður er Þuríður Björg Víum Árnadóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég les nefndarálit og breytingartillögu við tillögu til þingsályktjunar þarfagreiningu og starfsmat fyrir starfsemi þjóðkirkjunnar og stofnanir hennar. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að kirkjuþing samþykki tillöguna með eftirfarandi breytingartillögu. Kirkjuþing 2024-25 ályktar að fela biskupi Íslands að vinna þarfagreiningu og starfsmat fyrir starfsemi þjóðkirkjunnar og stofnanir hennar. Kirkjuþingi verði kynnt staða málsins á vorþingi 2025. Og undir þetta ritar allsherjarnefnd en Axel og Hjörleifur voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Orðið er laust. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa tillögu og til að málið sé komið í ágætan farveg og hvernig sem það nú fer, en það er allavega ánægða verk og hafið er. Biskup Íslands er til þess að meta þetta allt saman og þakka svo fyrir þessa vinnu. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík. Forseti, ég er nú alveg sammála þessari tillögu sjálfur sér, en geti benda kirkjuþingi á hvað er óhefnilegt í ljósi orða Árna. Þeim má vitna þau að orð hafa merkingu og afleiðingar, að orðið þjóðkirkja þarna. Fólk gæti haldið það að biskup ætti að skoða starfsemi sóknuna líka og allt heila gildi. Já, en fólk ekki bæði við það. Þannig að svona til lengdar, kannski á næstu 5-6 árum þurfum að finna annað orð yfir þetta. Og ég er ekki að fíflast með því að sífellt að benda á það, heldur það að við erum að búa til landa og sem getur farið út allar hoppagrundir það að biskup eigi að skoða starfsemi og leggja starfsmat á hitt og þetta í starfi þjóðkirkjunnar og landsvísu. Bara að benda á þetta góðfúslega. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Er Axel tilbúin að koma með einhverja góð ábending. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er það síðar umræðu lokið. Og ber ég upp breytingatillöguna til sem geta samþykkt hana gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti, samþykkt samhljóða. Og þá ber ég málið upp í heild til sem geta samþykkt 13. mál eins og með áorðnum breytingum gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti, samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 26. mál á þingskjali 26b, það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar fjölbreyttara safnaðarstarf fyrir fjölskyldufólk frá allsherjarnefnd. Framsögumaður er Ólafur Gestur Rafnsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar fjölbreyttara safnaðarstarf fyrir fjölskyldufólk.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 27. mál, nefndarálit við tillögu til þingsályktunar fræðslu fyrir fullorðna. Frá allsherjarnefnd framsögumaður er Ólafur Gestur Rafnsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar fræðslu fyrir fullorðna. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að kirkjuþing samþykki tillöguna óbreytta. Undir þetta skrifar allsherjarnefnd en Axel og Hjörleifur voru fjarverandi. Orðið er laust 27. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðar umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 27. mál gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 30. mál á þingskjali 30b. Nefndarálit og breytingartillaga við tillögu til þingsályktunar gerð áætlunar aðgengi fyrir alla frá allsherjarnefnd. Framsögumaður er Stefán Már Gunnlaugsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar gerð áætlunar aðgengi fyrir alla. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að kirkjuþing samþykki tillöguna óbreytta. Axel Árnason Njarðvík og Hjörleifur Þórarinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Taka hann af. Málið er óbreytt. Já. Orðið er laust 30. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þetta síðar umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 30. mál gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, ykkur á móti og samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Er komið á þessu saman? Já. Fyrir er tekið 10. mál nefndarálit meirihluta við tillögu á starfsreglum breytingu á starfsreglum fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 8 frá 2022-23 frá meirihluta löggjafarnefndar. Framsögumaður Anna Guðrún Sigurðardóttir. Forseti, ég flyt hér nefndarálit meirihluta við tillögu að starfsreglum breytingur á starfsreglum fasteignir þjóðkirkjunnar. Meirihluti löggjafarnefndar hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 10a verði samþykkt óbreytt. Kristrún Heimisdóttir satt hjá við afgreiðslu málsins og undir þetta rita Anna Guðrún Sigurðardóttir, Bryndís Malla Elídóttir, Jóhanna Gísladóttir, Konráð Gylfason, Magnús Erlingsson, Óskar Magnússon og Stefán Magnússon. Nefndarálit minnihluta í málinu við tillögu á starfsreglum breyting á starfsreglum fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 8/22-23 frá minnihluta löggjafarnefndar. Framsögumaður er Elínborg Sturludóttir og tekur nú til máls. Löggjafarnefnd hefur fjallað 10. mál og leggur minnihluti nefndarinnar til að tillögun á þingskjali 10a verði hafnað. Stjórn þjóðkirkjunnar hefur nú þegar tekið á leigu móttökuhúsnæði í Tjarnargötu 4 til næstu 5 ára og ákveðið að breyta því með tilheyrandi kostnaði. Þar með hefur stjórnin í raun tekið fram fyrir hendur kirkjuþings að taka ákvörðun fram til biskupsgarðs í Reykjavík. Æskilegra hefði verið að nýta það húsnæði sem þegar er í eigu þjóðkirkjunnar og undir þetta rita ég ein. Orðið er laust. Arna Gretarsdóttir tekur til máls, síðan Stefán Magnússon.
Forseti, ég þakka Elínborgu fyrir að koma að þessa tillögu þar sem þessu hafnað, þar sem að kirkjuþing hafnaði þessu í raun og veru í mars síðastliðnum, það er ekki lengra síðan. Sú ákvörðun sem stjórn þjóðkirkjunnar tók ásamt framkvæmdastjóra og biskup Íslands, þetta var samstarfsverkefni, var þetta millibils ástand sem skapast þegar biskup Íslands ákveður að þiggja ekki biskupsbústað eða vill að halda áfram að sitja eða búa í sínu eigin húsi. Eins og er með alla presta landsins, það er engin skyldugur lengur til þess að sitja í því húsnæði sem að kirkjan ákveði. En við höfnum því í mars að leggja af biskupsgarð og þetta ég lít svo á að þetta hefur verið millibils ástand og það sé ekki búið að leggja niður biskupsgarð sem að reyndar meirihluta löggjafarnefndar að leggja til núna. Þannig að ég ætla, þó ég sé ekki fyllilega sammála, því nefndaráliti sem kemur fram frá sér Elínborgu Sturludóttur, þá ætla ég að styðja hennar tillögu vegna þess að ég hef ekki skipt um skoðun síðan í mars. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Magnús Erlingsson. Forseti, það er ekki rétt að málinu hafi verið hafnað í mars. Máli fór ekki fyrir þingið í mars. Það fékkst ekki tiltekin aukin meirihluti til þess að máli færi til afgreiðslu þá. Málinu var hins vegar hafnað fyrir ári síðan. Af því virtist að því menn skildi ekki málið, merkilegt nokk. Þar kom skýrt fram að ef til þess kæmi að biskupsgarður er seldur, þá verði að tryggja húsnæði fyrir móttöku fyrir biskup. Það var alveg skýrt í umræðinni. Þar og ekki var fyrrverandi bústaður á söluskrá og er nú seldur. Þá var ekki hægt annað en að grípa til einhverja annara úrræða sem hefur verið gert. Og það er hlutverk framkvæmdastjórnar og stjórnar eftir atvikum að gera það. Það er bara ekkert flókið. Þess utan er minnihlutaálitið meingallað. Fyrsta setningin í því er bara eðlileg, málinu er bara hafnað, en greinargerðin hefur ekkert með málið að gera, ekki neitt. Þannig að ég hef bara fulla skilning á því að minnihluti vilji fella málið, en bæta við þarna einhverju fabulasjónum móttökuhús, það er ekki hluti af þessu máli með nokkurn hætti. Til máls tekur Magnús Erlingsson. Forseti, ég er á meirihluta áliti þar sem ég held að það sé óþarfi að leggja til sérstakan bústað fyrir biskup Íslands. Það er ekki lagðið til sérstakir bústaðir fyrir presta og ég held líka að það sé engin ástæða til að biskup endilega bjóði prestastefnu kirkjuþingi heim til sín. Við eigum fullt af ágætum safnaðarsölum hér í Reykjavík. Ég hef komið inn í vel flesta þeirra. Prestafélag Íslands hefur líka stundum haldið veislur í slíkum sölum eins og í safnaðarsal Áskirkju. Mjög fallegu salur. Og ég veit að þið voruð í veislu í gær í safnaðarsal eða safnaðarheimili Dómkirkjunnar og ég heyr ekki betur þó ég hef nú ekki verið þar, en það er bara farið vel ykkur og ykkur liði vel. Þannig að maður spyr, er þörf á einhverju sérstöku móttökuhúsnæði? Hversu margar eru þessar móttökur? Örfáar á ári. Það er að fagna nývíðum prestum. Auðvitað eigum að nota safnaðarheimili sem standa auð. Það er eitthvað meira húsnæði. Þannig að þó að
Þannig að ég stið þessi stendur svolítið hérna í þessari viðbót sem Stefáni fannst nú koma svolítið úr eins og skrættin úr sögðarleiknum. Þetta svolítið sérstakt, þetta móttökuhúsnæði. Sé bara ekki neina þörf á því. Þetta eru að eyða peningu þeir sem setið í stjórninni. Í staðis að sparast þarna, hvað var þetta? Milljón á mánuði, það voru 100 milljónir sem kostaði að reka. Í staðan þá bara eyða þessum peningum strax í einhvern óþarfa. Þetta bara ekki nógu gott hjá ykkur í stjórninni. Því að hafa aðhalda í þessum málum og nýta allt þetta húsnæði sem fyrir þetta góða, fallega og flotta húsnæði sem flestar kirkjur í Reykjavík eiga. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, ég langaði bara aðeins að koma með nokkrar hugleiðingar því að ég satt nú þennan stjórnarfund, þetta var kynnt og ég hef verið kannski bara einna jákvæðastur gagnvart því að fara í þetta móttökuhúsnæði. Þó vil ég taka það fram að, eða það sem ég langar að segja er að þetta er samt mikli peningar sem við erum að setja í þetta og þetta er stór samningur sem ég held að alla jafna væri bara í ljósi dreifræðis og annars. Þetta er svona á þeim stærð og svo ákvörðun að það er betra að kirkjuþing taki þetta. Hins vegar, já, ég held við eigum að gera það þegar við klárum þennan samning. Hins vegar eina ástöðunum þegar ég hef ekki verið hrifinn að því að hafa biskupsbústað, mér finnst það bara of mikli peningar sem fara í það og hef tjáð mig um það áður. Þessi upphæð er samt, og það er eina ástæðan fyrir að ég samþykti þetta, eða þetta var eiginlega samt bara kynnt, já. En það er þannig að það sem að við settum í bara viðhald, tryggingar, hreingerningar og annað sem að bara við Bergstaðastræti, það var þó nokkuð yfir þessari upphæð sem að hér erum að ræða. Þannig að mér fannst líka að það er í rauninni ákveðin sparnaður sem er að verða við að fara í þetta húsnæði. Hins vegar erum við komin á leigumarka og ég tek hins vegar algjörlega undir með Elínborgu að það hefði verið heppilegra að nýta það húsnæði sem er í eigu þjóðkirkjunnar. Og það er betri vinnubrögð að svona sé tekið. Hér er að koma góðir punktar fram en þetta er ekki líka einfalt vegna þess að ef við ætlum að fara í eigu húsnæðina, það er líka fullt af húsgögnum sem að biskupsembættið á og þau húsgögn, þá þarf kirkjuþing að taka ákvörðun um að selja þau hæstbjóðanda ef við viljum það. Meðan ekkert hefur verið, þá hefðum við alltaf þurft að leigja geymslu og þannig að það er alls konar í þessu. Við getum ekki, en ég er í prinsipinu vil ég samt að við reynum frekar að nota, af því að það var mjög gott í gær í safnaðarheimili Dómkirkjunnar og í heildarsamhenginu líka þá hefði ég helst viljað nota peningan sem mest í starf kirkjunnar en ekki svona húsnæði. En ég samt axla mína ábyrgð að hafa setið hennar stjórnarfund og tekið vel í þetta. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson, eftir honum talar Arna Gretarsdóttir, síðan Axel Árnason Njarðvík og Stefán Magnússon. Já, forseti, það er nú eins og stundum áður að umræðan fer dálítið vítt þegar að verður afgreiða einstök mál. En úr því að hér er komin umræða um móttökuhúsnæði þá er rétt að nefna að það var kostnaður eins og síðasti flutningsmaður eða málflytjandi fyrirgefið í nefndi að þá var kostnaður, heilmikill kostnaður við Biskupsgarðinn sem að vó á móti og rúmlega það vó á móti leigukostnaði við annað húsnæði. En þetta snýst það hvort eigi að binda það í reglur kirkjunnar að biskup hafi fasta einhverja tiltekna heimilisfesti og niðurstaðan var svo að það ætti ekki að gera það. Svo er það annað mál með Hóla og Skálholt og þar kom allt önnur sjónarmiðin, þannig að það er ekki hægt að jafna þessu saman eða blanda því saman.
En ég bara legg áherslu á það að lokum að þetta snýst ekki bara einhverja stórar samverur af hálfu biskups. Þær voru, eftir því sem okkur skilst í gamla biskupsgarði, einhverjar 12 á ári, eða sem svarar einni slíkri stóri samveru á ári. En þetta var inn á heimili biskups og þarna var ýmsu blandað saman, persónulegu heimili biskups og opinberri móttöku, og það líka ekki fýsilegur kostur í samtímanum að blanda slíku saman. Og kom fram hjá fyrrverandi biskupi að væri að ýmsu leyti mjög óheppilegt. Þannig að það ýmislegt í þessu sem að gera þetta mál stærra heldur en kannski virðist í fyrstu sýn, en í því að leigja þarna og selja á sama tíma felst rekstrarlegur sparnaður reyndar. Svo getum við tekið það mál upp síðar hvort að við viljum eiga einhverja fasteignir í þessu sambandi. En það fylgir biskupsembættinu ýmislegt. Hér eru nefnt húsgögn og fleira sem eru sögulegir munir meðal annars, og einhvers stað þarf að koma þeim líka stað. Allt kemur þetta inn, en ég vil leggja áherslu á það að lokum að biskup hefur þegar nefnt ýmsar hugmyndir nýtingu sem að hún sjálf að vinna varðandi þetta húsnæði, sem að snýr ekki bara einum fundi í mánuði. Og það mun skýrast betur þegar frá líður. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir, eftir henni talar Axel Árnason Njarðvík, en Stefán Magnússon og Steindór Haraldsson. Þau eru nú svona að loka. Forseti, mér langar til þess að ítreka það hérna að við erum að verði þessi tillaga sem kemur frá meirihluta löggjafarnefndar samþykkt, þá erum við að fara að brjóta jafnræðisreglu. Það er að segja, við erum að fara að samþykkja það að vígslubiskuparnir hafi eitthvað sem að biskup Íslands hefur ekki. Og við erum að tala um að þetta sé teymi, þetta sé biskupafundur sér saman, og ég get aldrei tekið undir svoleiðis. Og þá ætla ég aðeins af afturinn í tillöguna, svo við týnum okkur ekki í nefndarálitinu, er að tillagan er að það séu bara lagðir til embættisbústaðir fyrir vígslubiskupa í umdæmi hvort fyrir sig. Það er á stöðunum Fallegu, Hólum og Skálholti, nema annað sé samið. Það stendur núna þannig í starfsreglunum að lagðir skulu til embættisbústaðir fyrir biskup Íslands og vígslubiskupa nema annað sé samið. Núna er þetta þannig að það skuli vera lagðir nema annað sé samið. Og þá erum við ekki að breyta neinu nema það að taka biskup Íslands út úr því að fá embættisbústað eins og vígslubiskuparnir fá, og ég get aldrei samþykkt það. Ég finnst það bara ekki réttlátt. Það er alveg sama hver semur síðan. Svo ég vona að ég hafi komið svo skýrt. Það er ekki verið að gera neina breytingu hérna nema að brjóta jafnræðisreglu. Takk. Ég bið að menn að stytta svolítið mál sitt. Næst tekur Axel Árnason Njarðvík til máls, síðan Stefán Magnússon, Steindór Haraldsson, Einar Már Sigurðarson og Sigurður Grétar Sigurðsson, og nú lokar forseti mælendaskrá. Forseti, ég er eiginlega á móti þessari tillögu og mér langar að geta þess og gera aðeins grein fyrir neyjunum mínu í þeim efnum að ég tek undir orð Örnu að það er verið að kannski ekki mismuna heldur bjóða upp á ólíka þætti fyrir vígslubiskupsstörfin eða biskup Íslands. Og ég setti hérna smá glósu hjá mér, er einhver munur á prestbústaði eða biskupshúsi í þessum efnum. Getum við ekki bara látið að vera eins og það er í dag, haldi biskup Íslands inni nema annað sé samið. Dekkar það ekki það sama? Mér langaði líka að geta þess að við vorum að tala í gær Desamýri, ættum ekki 57 milljónir til þess að greiða fólkinu, alveg óskilt mál kannski, en leigan er 60 milljónir fyrir þennan móttökusal í 5 ár. Þannig að stundum eigum við peninga og stundum ekki, og ég er alveg inn á því að við eigum að nota safnarheimili og núverandi húsnæði eins og við getum, en ekki auka húsnæði og minnka notkun.
Ég vil geta þess líka í framhjólaupi að þær húseignir sem voru á Bergstaðastræti þurfa kannski að fara í geymslu og þetta er náttúrulega kannski sem var á ekki að segja svo tekis upp. En það var þannig þegar Vigdís Finnbogadóttir fór á Bessastöðum, þá fóru ýmsar mullur upp í Geldingholt til okkar. Þannig að við getum alveg tekið á móti húsgögnum og Biskupsgarði. Það er nóg pláss í eystra Geldingholti og þeir sem koma þangað átta sig á því að það eru stólar sem Reagan sat í og Gorbachev og allir sem heimsóttu Vigdísi þegar þeir voru að skrifa gestabókina. Og maður býður stundum fólki að finna hvað þau finna í stólnum og það er svona líka svo ég segi finnur fyrir Reagan eða Gorbachev eða öllum hinum kóngunum. Og ég segi þetta vegna þess að það er alltaf hægt að leysa svona mál og það er ekki rök fyrir ykkur öðru að geta ekki leyst það. Og eins með þetta bara ef annað er samið þá er þetta bara að íta öllu ójafnrétti til hliðar. Til máls tekur Stefán Magnússon og talar í annað sinn og eftir honum talar Steindór Haraldsson og síðan Einar Már og Sigurður Grétar og síðan frummælendur. Forseti, við verðum að reyna að fara að halda fókusinn á kirkjuþingi. Við erum í seinni umræðu mál. Málið snýst það hvort að eigi að afnema húsnæði fyrir biskup eða aðgengi biskups á húsnæði, embættisbústað eða ekki. Og umræða aðra hluti eiga bara ekkert erindi í hingað. Fókusurum á það sem tillagan gengur út á. Ég verð að lýsa undrun mínum yfir því að greinargerð minnihluta skuli vera, eða greinargerð tillagan skuli vera sett fram með þessum hætti sem hún er sett, því hún er bara ekki þingtæk. Hún fjallar allt aðra hluti heldur málið sjálft. Við erum í seinni umræðu og höldum fókusinn. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Sigurður Grétar Sigurðsson og síðan frummælendur. Forseti, ég tek undir með Stefáni að við erum auðvitað að ræða embættisbústað biskups. Það er tillagan og það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að við erum að tala embættisbústað biskups. Við erum ekki að tala endilega. Það er þetta vandi af því að embættisbústaðurinn var kallaður biskupsgarður. Það segir ekkert það að hvernig embættisbústaðurinn eigi að vera þegar embættisbústaður er, en það þróaðist yfir í það sem það var. Það var talið í stjórninni og af biskup nauðsynlegt að vera með móttökuhúsnæði sem er þannig séð annað mál en hefur blandast þessari umræðu. Og ég ætla fyrst samt sem að afgreiða þetta bara með embættisbústað og tek samt undir með Stefáni, það er verið að blanda hérna tveim málum saman og ég ætla samt að gera það örlítið bara til þess að upplýsa umræðuna en að því að Arna hún er þarna, hún er ekki farin sko nefnir jafnræðisregluna sko ef þetta væri rétt túlkun með jafnræðisregluna þá værum við að brjóta hana út allt land. Sko við erum með 500 íbúa viðmið. Það má segja að í kerfinu fram að þessu, það er að segja eins og núna, en breytist þá ef að tillagan verður samþykkt, þá hafi biskup einn verið tekin út úr þeirri reglu. Þá er kannski hægt svona, ef maður vill leika sér með orðin, að þar hafi jafnræðisreglan verið brotin. Skiljiði. Þannig að það er hægt að leika sér með þessi orði í allar áttir. En ég held að við séum alveg í samræmi við okkur sjálf með því að gera þetta eins og tillagan gengur út á. Aðeins síðan varðandi móttökuhúsið. Það hefur komið hér fram til 5 ára og ég held að mörg okkar líta á það sem svona ákveðið millibils ástæða meðan við átt okkur á svona framtíðar skipulaginu. Hvort að það eigi að vera nákvæmlega eins og er þarna eða hvort að við eignumst húsnæði eða hvort að einhvað safnaðarheimili muni henta. Við urðum bara raunverulega að gera þetta svolítið hratt og bjarga málunum eins og það var og nákvæmlega eins og Guðni Már kom inn á þá eru þetta alls konar húsmunir sem fólk er ekki tilbúið til að loka inn í gámi. Þannig að það var líka hluti af þessu. Auðvitað svona eftir á
hefði kannski mátt aðeins hægja á, en svo við vitið þá erum við nú atorkusamt fólk í stjórninni og viljum frekar svona hraða okkur við ákvarðanatöku heldur en að vera dóla of lengi. Auðvitað hefði verið ágætt að eiga þessa umræðu skiljiði áður en ákvörðun var tekið. Ég er ekki að segja að það hefði breytt ákvörðunni, það hefði verið þetta því að kirkjuþing er þetta stórt í þessu, en þetta er allt innan rammana. Þannig að við skulum ekki íkja þetta of mikið. Sko, vandinn við safnaðarheimilin, sem eru vissulega mörg og fögur mörg hver og með fínum sölum, er það að allstaðar þar hefði biskup verið gestur. Ekki verið sem sagt með sitt, getum við sagt, móttökurými. Og það var skoðað víða og farið yfir starfsemi og því miður, vil ég segja, því miður þá kom það í ljós til dæmis með það sem að margir hverjir voru í gærkvöldi, þó við Magnús höfum ekki verið þar. Vonandi hafa allir notið þess vel og það húsnæði kom í ljós að væri ljómandi gott og það var það sem var skoðað hvað mest, en þá var önnur starfsemi þar sem að truflaði svolítið. Nú veit ég ekki hvort það verður þannig eftir 5 ár skiljið eða eitthvað annað, þannig að við erum allavega með 5 ára tímabil og notum það nú vel til þess að reyna að átta okkur á hvernig við viljum hafa þetta til framtíðar. En þannig að það færi náttúrulega á milli mála, ég held ég hafi ekki sagt það, þó það mægi skilja það orðum mínu. Ég er að sjálfsögðu sammála meirihluta áliti nefndar. Forseta var á í messunni, Steindór Haraldsson er á undan þér Sigurður, þannig að Steindór tekur til máls núna og er þá Sigurður á næstur. Já, svipuður hrað og áður. Forseti, þannig er að hér er alveg rétt, hér er verið að blanda saman tveim málum og mér hefur fundist sko varðandi þessi húsamál að það sé nú svolítið annað að þegar við erum að tala um kirkjustaði landið, ég tala nú ekki Hóla og Skálholt, Reykholt. Það er svolítið annað heldur en bara venjulegir bústaðir. Ég líti ekki alveg á það sömu augum. En af því að ég freistast til þess að tala um það sem ekki er til umræðu hérna, sem er þessi salur, þá myndi ég treysta mér til þess að reka þennan sal og hafa góðar tekjur á honum, þó ég þyrfti að borga 1 milljón á mánuði. Þetta er á besta stað í Reykjavík, dýrasta fermetrasvæðinu í Reykjavík. Það er engin einasti vandi að reka salinn með miklum hagnaði, það er ekki nokkurt mál. Það sem vantar svo hér inni er hugsun það að nýta sér matarholurnar, eins og sagt er. Það kemur bara eitthvað inn frá ríkinu á ári og fólk er ekkert að velta því fyrir sér að ná inn tekjum þar sem það er hægt. Þetta þarf að vera meira í okkar huga hérna, að mínu mati, að skapa tekjur innan kirkjunni. Ég held að það sé mjög víða hægt. Og ég væri bara kátur með það að fá bara 25% af hagnaðinum á þessu og fá bara að reka þetta sjálfur. Ég myndi gera það með glans. Takk fyrir. Til máls tekur Sigurður Greta Sigurðsson og eftir honum talar Elínborg Sturludóttir og síðan Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Forseti, ég ætla að greiða minnihluta álitinu atkvæði mitt og tel einmitt mikilvægt að halda af því þar kemur náttúrulega fram að þetta nema manna sér samið að það er opið að biskupi skuli lagður til embættisbústaðar en því er líka haldið opnu að biskup geti búið áfram í sínu eigin húsnæði. Mér finnst bara mikilvægt að halda þessu inni. Ég ætla ekki að eyða miklum tíma í tjarnagötunum, mér kom á óvart þegar ég sá þetta, mér finnst þetta rosalega há upphæð og skuldbinding en ég ætla að gefa þessu séns og annarkot prísa þessa ákvörðun eftir ári eða bölsótast út í hana. Það verður spennandi að sjá bara hvernig þetta fer og góð pæling hjá Steindóri með leigu. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka þá umræðu sem hefur farið fram hérna, jafnvel þótt að hún sé kannski alllöng miðað við það að þetta er önnur umræða. En
sem betur fer þá kannski held ég að þingheimi hafi orðið það ljóst að það er ólýðræðislegt að koma aftur og aftur fram með mál sem að hafi verið annarkvort hafnað eða vísað frá eða felld á umliðnu kirkjuþingi og mér er það til efs að mönnum þykir það eðlilegt. Það er líka rétt að það kom fram í umræðum þetta mál á fyrri þingum að það væri möguleiki að þegar var verið að reyna að renna stoðum undir það að leggja af Biskupsgarð í Reykjavík að það væri möguleiki að leigja móttökusali út í bæ og í því samhengi var nefnt að við ættum 4 safnaðarheimili til dæmis í Dómkirkjunni og auðvitað er kostnaður sem mér finnst miklu nær. Ég hélt að við hefðum lært af því þegar við leigðum og kostuðum miklum peningum í það að leigja í Katrínartúni. Ég hélt að kirkjuþingið hefði lært af þeim mistökum og þess vegna finnst mér það óeðlilegt að það hefði verið farið í það án samþykkis kirkjuþings núna bara fyrir nokkrum vikum að leigja húsnæði Tjarnargötu 4. Ég vona að það sé tryggt að biskup Íslands njóti sömu kjara og biskuparnir sem sitja á Hólum og í Skálholti þannig að biskup Íslands fái það bætt í sínum launakjörum að sitja ekki í Biskupsgarð og þar með er náttúrulega kostnaður ef að sanngirni hefur verið gætt, þá er kostnaðurinn við Biskupsgarð í gæsalöppum í Reykjavík meiri heldur en hér hefur verið nefnt til sögunar og ég vil árétta það að með því að leigja húsnæði erum við auðvitað ekki að hafa, þá erum við bara að hafa því kostnað. En ég get nefnt það sem dæmi í þessu samhengi að það er alltaf betra eins og Guðni Már benti á að eiga sitt eigið húsnæði og nota sitt eigið húsnæði. Þau ár sem að ég var prestur á landsbyggðinni þá hækkaði húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu nífalt. Þannig að það að leigja húsnæði, það eru alltaf tapaðir peningar. Ég þakka ykkur umræðuna og vona að við fáum farsæla niðurstöðu í þessu máli. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Ég þakka umræðuna og ég vil byrja á því að minna á því að þetta mál fjallar búsetuskyldu biskups en ekki veisluskyldu biskups. Ég hef lítið við umræðuna bæta, Stefán sagði nú eiginlega allt sem þurfti að segja og aðrir en það er ekkert sem að bannar biskupi hvorki í dag eða næstu árin verði þessi tillaga samþykkt að búa í húsnæði í eigu þjóðkirkjunnar. Við eigum húsnæði á höfuðborgarsvæðinu sem að stendur biskupi til boða eins og öðrum ef hann vill leigja það. Þannig að við erum ekki að neyðan til að búa í ykkur húsnæði sem hendar ekki, heldur við getum boðið honum það húsnæði sem til en við erum ekki að krefjast þess að hann búi í því. Embætti vígslubiskupa við erum ekki að brjóta neina jafnræðisreglur vegna þess að það er einn biskup Íslands. Vígslubiskuparnir eru í öðrum hlutverkum. Þar er eðlilegt að það sé búskylduskylda vegna þess að embætti þeirra eru bundin við 2 staði á landinu, Hóla og Skálholt. Þar að leiðandi er bara ósköplega eðlilegt að þessi búsetuskylda hjá þeim, eða þessi krafa að leggja þeim fram húsnæði. Því við erum að krefjast þess þegar sækjum embættin að þeir sinni starfinu frá staðnum. Ég legg bara til að við samþykkjum meirihluta álitið og klárum þetta mál. Þá kemur það ekki fram aftur. Umræðu er lokið 10. mál og þar sem að nefndarálit minnihluta gengur lengra að þá ber ég það fyrst upp. Ef maður myndi vilja setja það upp, það er uppi. Þeir sem geta samþykkt minnihluta áliti gjör svo vel ekki að merki. Þeir sem er á móti, minnihluta áliti er fellt og þá ber ég upp meirihluta áliti þeir sem samþykja það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það eru 3 á móti en það er samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Það er framsögumaður Óskar Magnússon og tekur hann út til máls.
Forseti, ég tala hér fyrir nefndaráliti löggjafarnefndar 14. og 19. mál, en nefndin varð sammála það að búa til eitt mál úr þeim tveimur. Þetta var annars vegar tillaga að kjarasamningum niðurstöðu kjaranefndar yrði vísað til stjórnar eða að þeim yrði vísað til kirkjuþings. Þetta var aðalatriði í þessum tveimur tillögum og við töldum að það mætti koma þessu með sæmilegri skynsemi heim og saman í einu áliti og gerðum það að vísu með hjásetu 3 nefndarmanna. En nú skilst mér að það hafi verið óskað eftir því að þessu máli verði frestað þangað til í mars og þar af leiðandi hefði ég kannski ekki þurft að taka til máls því að ég held að við séum sammála það og ég hef þau skilaboð frá formanni löggjafarnefndar að svo sé og það ekki sérstaklega brýnt að fjalla þetta af þeirri ástæðu að það eru komnir kjarasamningar sem að vonandi halda og ekkert nýtt gerist með og þar af leiðandi þetta ekki mál sem við þurfum að eyða mikilli orku í. En það sérstök ástæða fyrir því ég tekst til máls enga síður og ég óskaði eftir því við forseta og hún þessi. Það eiginlega ótæk málsmeðferð gagnvart þinginu sjálfu og flutningsmönnum einstakra tillagna hér að þegar að málin fara í svona meðferð sem á að vera vönduð og góð og síðan gerist ekki neitt og hér fer fram þing og það búin til hér dagskrá sem við sáum hér í morgun og það fullt af málum sem að flutningsmenn hafa enga hugmynd hvernig í ósköpunum stendur á að ekki til afgreiðslu eða umræðu hér. Ég tel að þetta sé galli á málsmeðferð þingsins og á einn eða annan hátt hér almennar ábendingar og einn eða annan hátt þurfa að gera flutningsmönnum og sýna það minnstakosti þá virðingu að segja þeim löggjafarnefnd tók þetta mál til umfjöllunar og hún ræddi það fram og tilbaka en hún telur að það þurfa að gera svona eða hinsegin og þar af leiðandi hefur hún ákveðið annarkvort að hafna málinu. Þá kemur tillagan það og þá birtist málið en ef það niðurstaða að fresta málið eða gera ekki neitt þá veit enginn hvað býr að baki þeirri frestun, skiljiði hvað að fara. Og mér finnst þetta mikilvægt. Og þetta segi ég nú hér vegna þess að eitthvað vinsalasta mál þingsins sem ég flutti hér mér til upphefðar og vinsaldaraukningar að mér skilst að það hafi verið tekið fyrir í fjárhagsnefnd og það hefur enginn sagt mér flutningsmanninum eitt eða neitt það mál og ég hér kominn og ég bíð eftir því að málið sé tekið fyrir svo ég geti haldið áfram að hella mér yfir ykkur en ég fæ það ekki og ég fæ enga vitneskju það hver ástæðan fyrir því að málinu frestað enn á ný, þið skiljið hvað að fara og það mikilvægt ekki síst í því málu og eins og svo sem í öllum málum sérstaklega þó í því, annars ég ætla að fara að taka það hér sérstaklega á dagskrá en einhvern veginn verður maður nú að koma þessum athugasemdum sínum að því það engin liðir slíkir til í dagskrá þingsins það til dæmis mikilvægt í því máli að fá að vita hvurslags afgreiðsla það var og hverju tóku þátt í þeirra afgreiðslu. Það eru 5 vanhæfir menn í nefndinni og 4 hæfir og þetta þarf auðvitað flutningsmaður að fá að vita hvað á hann að gera næst, hvernig á hann að undirbúa sig fyrir það að halda áfram með máli næst þegar það kemur fyrir. Þetta hljóta allir að skilja. Takk fyrir. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson. Ég veit ekki hvort að ég á að vera að reyna að varpa ljósi á frestun málsins. Ef ég get gert það með leyfi forseta. Það hafa komið fram athugasemdir við tillöguna og þarna kannski birtist eitt atriði sem að stjórnin átti náttúrulega engan fulltrúa í löggjafarnefndinni og það kom aftur fram líka við tillöguna fjárhagsáætlun að þar voru hnökrar og sem að snúa að stjórninni sérstaklega og hún kemur víða við sögum þessi blessaða stjórn okkar og þarf að huga að þeim sjónarmiðum sem þar koma fram og eins að bara því skipulagi sem hefur komið okkur upp sem nýlegt og við erum enn að einhverju leyti átt okkur á.
Þess vegna hefði verið mjög gott að fá kannski betra samtal nokkrar af þessum tillögum sem löggjafarnefnd var þarna að fjalla en fóru fyrir þingið. Varðandi kjarasamninga, þá verður að vera algjör leynd, það er bara mjög mikilvægt efnisinnihald þeirra þangað til búið að samþykkja þá. Þetta er þannig allstaðar vegna þess að þetta er mjög viðkvæmt mál, hvað er búið að semjum. Og þess vegna var það sem við vildum tryggja samráð við framkvæmdastjóra og stjórn í ferlinu. Og það var tillagan upphaflega sem þessi tillaga gekk svo gegn sem að þessi ágæta löggjafarnefnd er að leggja fram. Mér finnst vera ákveðin misskilningur á eðli kjarasamninga í þeirri tillögu löggjafarnefndar. Ég get talað með næstum 2 áratuga reynslu af kjarasamningagerð og sé ýmsa vankanta á henni. Við verðum að vinna þetta betur. Ég styð frestun málsins en ég áskil mér rétt til breytingatillögu við þessa tillögu síðar. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson. Forseti, ég vil taka undir með Óskari, það er auðvitað hárrétt, það er eðlilegt að formenn nefnda láti flutningsmenn vita málsmeðferð vegna mála sem ekki koma fram skiljiði strax á næsta fundi. Og af því að Óskar nefndi, það finnst mér bara rétt örstutt að gefa skýringu af hverju fjárhagsnefndin komst að þeirri niðurstöðu að mál 22 byði fram í mars. Það var niðurstaða nefndarinnar að það þyrfti að afla ýmsra upplýsinga til þess að meðferð málsins yrði vönduð og það var niðurstaðan að vanda mjög til verka og fá fleiri upplýsingar upp á yfirborðið og umsagnir þess vegna eða fá gesti á fundi nefndarinnar, það var svo sem ekki komið svo langt, en allavega það að menn töldu mikilvægt að máli fengi bara vandaða efnislega meðferð og síðan kæmi tillaga þá framhaldið eða að málinu verið lokið eftir eðli máls. Umræðu lokið, lagt til að málinu verið frestað fram í mars og máli farið þá aftur inn í löggjafarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er einn á móti, að öðru leyti er það samþykkt og þannig fer málið bara aftur inn í löggjafarnefnd. Forseti hyggst gefa nú hlé svo að formenn nefnda geti rætt þriðja mál. Og rauninni alla nefndirnar. Það var mál sem var sendt í alla nefndir, þannig að það væri mjög gott að formenn tækju og allsherjarnefnd er með forræði á málinu. Þannig gefi bara stutt hlé.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 12. mál á þingskjali 12b, nefndarálit við tillögu til þingsályktunar samtök safna og sókna frá allsherjarnefnd, framsögumaður Jónína Rós Guðmundsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar samtök safnað og sókna frá allsherjarnefnd. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að kirkjuþing samþykki tillöguna á þingskjali 12a óbreytta. Undir þetta ritar allsherjarnefnd en þeir Axel Árnason Njarðvík og Hjörleifur Þórarinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Orðið er laust 12. mál, enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðar umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt málið, 12. mál, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 21. mál á þingskjali 21b, nefndarálit við tillögu á starfsreglum með breytingu á starfsreglum við þingsköp kirkjuþings nr. 11 2021-2022 með síðari breytingum frá löggjafarnefnd. Framsögumaður Magnús Erlingsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég les hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum, breyting á starfsreglum þingsköp. Og löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 21a verði samþykkt óbreytt og það ritar öll löggjafarnefnd undir þetta. Orðið er laust 21. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Lagt er til að 21. mál verði samþykkt. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Voru þeir á móti? Já, það er allavega samþykkt málið. En þeir voru á móti, ég tók bara fyrir miður ekki eftir því. Fyrir tekið 32. mál á þingskjali 32b, nefndarálit við tillögu á starfsreglum með breyting á starfsreglum með þingsköp kirkjuþings nr. 11 frá 2021-2022 með síðari breytingum frá löggjafarnefnd. Framsögumaður Anna Guðrún Sigurðsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu á starfsreglum með breyting á starfsreglum með þingsköp kirkjuþings með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillögun á þingskjali 32a verði hafnað þar sem málið er ekki fullbúið. Ekki er gerður greinarmunur á hugtökunum hæfi og hæfni og nauðsynlegt er að fjalla nánar það er málið verið tekið til frekari meðferðar. Og undir þetta skrifar öll löggjafarnefndin. Orðið er laust 32. mál. Rúnar Vilhjálmsson tekur til máls. Forseti, ég ætla ekki að hafa langt mál þetta. Það er sjálfsagt að fara áfram yfir þetta mál. Við í stjórninni unnum þetta mál þannig að við vorum með ráðgjöf frá sérfræðingi á þessu sviði til þess að fjallum það. Þetta orðalag sem þarna er að finna í tillögunni er orðalag sem kemur annar staðar frá, það er að segja úr félögum og fyrirtækja umhverfi og það var ekkit hnikað þar hugtökum en það er sjálfsagt að skoða þetta áfram ef að það er viljið þingsins að gera það frekar. Takk. Axel Árnason Njarðvík tekur til máls. Forseti, það er nú eðli texta að eftir því sem eru ofta lesnir þá lykst eitthvað nýtt upp fyrir hverjum sem les. Eins og þetta er málalenging. Er hægt að gera það í starfsskýrslum að framkvæmdastjóri skuli yfir höfuð vera skýrður? Ég held að þetta stangist á við lög í landinu trúfrelsi og ekki megi mismuna fólki á grundvelli trúar. Mér sýnist að það renni þarna inn að við gerum það með því að
krefjast þess að framkvæmdastjóri sé skýrður. Af því að skipti... Já, en bara, ég vil vekja, málinu kannski verður hafnað þannig að þetta skiptir ekki máli en svona getur slæðst inn sem hefur grundvallar eðlisbreytingar í för með sér og brýtur landslög jafnvel. Takk. Vill framsögumaður taka til máls? En fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Varstu að biðja Já. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá síðari umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 32. mál á þingskjali 32b nefndar álitið að málið sé ekki fullbúið og því verði hafnað. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Þeir sem á móti, það einn á móti, þá 30. nefndarálitið það samþykkt. Og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 16. mál á þingskjali 16b, nefndarálit við tillögu til þingsályktunar ráðningu í störf svæðisstjóra æskulýðsmála þjóðkirkjunnar frá fjárhagsnefnd. Framsögumaður Hildur Inga Rúnarsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar ráðningu í störf svæðisstjóra æskulýðsmála þjóðkirkjunnar. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 16a verði samþykkt óbreytt og undir þetta ritar öll fjárhagsnefnd. Orðið laust 16. mál. Enginn kvatt sér hljóðs og þá síðar umræðu lokið. Fyrir tekið 25. mál. Það nefndarálit við tillögu til þingsályktunar átak í fræðslu kristinn kærleik og samkennd fyrir ungmenni frá fjárhagsnefnd. Framsögumaður Einar Örn Björgvinsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt nefndarálit fjárhagsnefndar við tillögu til þingsályktunar átak í fræðslu kristinn kærleik og samkennd fyrir ungmenni. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið, telur það brýnt og leggur til að kirkjuþing samþykki málið og beini því til biskups Íslands. Undir þetta ritar fjárhagsnefnd. Sér hljóðs og það síðar umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt málið 25. mál gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Við tillögu til þingsályktunar málefni landsbyggðarinnar í ljósi prestaskorts frá allsherjarnefnd. Framsögumaður Benjamin Hrafn Böðvarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég lesi nefndarálit og breytingatillögu en allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að kirkjuþing samþykki tillöguna með eftirfarandi breytingatillögu. Kirkjuþing 2024-25 ályktar að vísa til biskups Íslands að kanna hvaða leiðir séu færar til þess að mæta málefnum landsbyggðarinnar í ljósi prestaskorts. Kirkjuþingi verði kynnt staða málsins á vorþingi 2025. Axel Árnason Njarðvík og Hjörleifur Þórarinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Orðið laust 33. mál. Enginn kvatt sér hljóðs og þá síðar umræðu lokið. Þá ber forseti upp breytingatillöguna. Þið sjáið hana þarna fyrir framan ykkur. Þeir sem geta samþykkt breytingatillöguna gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti, samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp 33. mál með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Forseti hyggst taka fyrir fyrirspurnir til biskups.
og ég er ekki með hérna neitt fyrir fram að mig, þannig að já, Steindór Haraldsson ber upp sína fyrirspurn og síðan svara biskup. Já. Jæja. Steindór Haraldsson tekur til máls og leggur fyrirspurn fyrir biskup. Forseti, ég áttaði mig ekki á þessu, var ekki tilbúið með þetta. Sko, fyrirspurn mín hljóðar svo, til biskups Íslands. Biskup, hversu margar nefndir eru starfandi á vegum biskups Íslands? Hverjar eru þessar nefndir? Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, svara fyrirspurn. Forseti, takk fyrir þessa góðu fyrirspurn, Steindór, og fínt að fá hana núna vegna þess að ég hefur mitt verið að safna þessum nefndum og fara yfir þetta og mun gera það á næstunni. Biskup Ísland, nú kemur svarið. Biskup Ísland skipar í nefndir skipar eða tilnefnir fulltrúa í hina ýmsu nefndir og ráð og aðrar skipulagsheildir, en virkar nefndir á vegum biskups, þar að segja nefndir sem fengu greitt á síðasta ári, eru 15 talsins. Þær eru handbókanefnd, strandakirkjunefnd, leikmannaráð, nefnd sem að kallast EPAN, það er European Anti-Poverty Network, og hún er á vegum kærleiksþjónustunnar og við erum með 1 fulltrúa þar sem að fær greitt frá okkur fyrir það. Það er tónlistaráð, kristni- og hjálparstarfsnefnd, samkirkjunefnd, hópslysanemnd, fræðslu- og útgáfusjóður, starfsþjálfunarnefnd, ellimálanemnd, kenninganemnd, helgisiðanemnd, löngumýranemnd og námsleyfanemnd. Og þá vil ég nefna að biskup Íslands er yfirmaður samkirkjumála þjóðkirkjunnar, en almennt er ekki greitt sérstaklega vegna slíkra vinnu, svo sem í setu í samráðsvettvangi trúfélaga, samkirkjunefnd eða samstarfsnefnd kristinna trúfélaga. Biskup hefur svarað fyrirspurn. Þá er nú fáum málum eftir ólokið, það er aðeins að yngra við þarf að fá 3. málið hér upp á annars fyrir tekið 3. mál á þingskjali 3b, nefndarálit og þingsályktun við áfangaskýrslu nefndar kirkjuþings kosti þess og galla að rýmka kosningarétt við biskups, víglubiskups og kirkjuþingskosningar frá allsherjarnefnd. Framsögumaður er Axel Árnason Njarðvík og tekur hann út til máls. Ég flyt hér nefndarálit og þingsályktun við áfangaskýrslu nefndar kirkjuþings kosti þess og galla að rýmka kosningarétt við biskups, vígslubiskups og kirkjuþingskosningar. Allsherjarnefnd hefur fjallað áfangaskýrslu nefndar kosti þess og galla að rýmka kosningarétt við biskups, vígslubiskups og kirkjuþingskosningar. Fulltrúar fjárhags- og löggjafarnefndar komu á fund allsherjarnefndar. Allsherjarnefnd leggur áherslu á að lokaskýrsla verði birt kirkjuþingsfulltrúum fyrir lok janúarmánaðar 2025. Hver þingnefnd kirkjuþings eigi fulltrúa í nefndinni. Lokaskýrsla nefndarinnar verði kynnt á héraðsfundum 2025. Áslaug Kristjánsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins og undir þetta ritar allsherjarnefnd. Það er vegna tæknigallar og hraðra vinnslu að þetta er ekki komið á vegginn, en þetta er í grunni svona. Það er annað nefndarálit á leiðinni frá löggjafarnefnd.
Já, er það ekki? Er það ekki Malla? Já. Við skulum gera 5 mínútna hlé. Endilega koma inn í salinn, við erum að verða búin, það er bara smá eftir áður en við förum í mat.
Við erum bara að klára. Endilega að koma í salinn. Fundi verður að vera ályktunarhæft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já, það er komið. Ég hef nú viljað fá fleiri. Eru margir farnir eða? Einar er að kíkja fram. Fundi er framhaldið og þá verða lagðar fram tillögur forsætisnefndar fulltrúa í nefndir og forseti vill bara geta þess að það voru bara að berast svör bara núna rétt undir helgina, þannig að það var ekki, hefði verið gott að geta kynnt þetta áður en það var bara því miður ekki hægt. Þá það fyrst það kjaranefndin. Tillaga aðalmenn, það Anna Mjöll Karlsdóttir lögfræðingur, Einar Karl Haraldsson ráðgjafi og Guðrún Sóeika verkfræðingur og Einar Karl Haraldsson yrði þá formaður og Guðrún Sóeika hættir sem formaður. Já, hún hættir sem formaður en er áfram í nefndinni og vildi ekki vera formaður lengur en er tilbúin að vera í nefndin áfram. Eru fleiri tillögur? Svo er ekki, þannig þá ber ég upp aðalmenn í kjaranefnd. Þeir sem geta samþykkt þessi nöfn, gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er sama fólk og er. Já, síðan er breyting með varamennina. Það er tillaga Svönu Helen Björnsdóttur sem yrði þá varaformaður og Davíð Stefánsson framkvæmdastjóri og Guðlaugur Gunnarsson Kristinboði. Eru fleiri tillögur? Það gæti verið full þörf á því, en allt er þetta kristið fólk og skýrt. Já, í allri þeirri merkingu. Þeir sem geta samþykkt varamennina í kjaranefnd, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá það kjörstjórnin, aðalmenn Andri Árnason lögmaður, Anna Mjöll Karlsdóttir lögfræðingur, formaður, og séra Anna Sigríður Pálsdóttir og þetta er óbreytt. Eru fleiri aðra tillögur? Það er ekki, þannig að ég bið fólk að gefa merkið sem ég ætla samþykkt aðalmenn í kjörstjórn. Takk fyrir, einhver á móti, það samþykkt samhljóða og varamenn verða þá, eru tillaga Anna Guðmundu Ingvarsdóttur lögfræðing, Elsu Þorkelsdóttur lögfræðing sem yrði þá varaformaður og séra Vigfús Ingvar Ingvarsson. Eru aðra tillögur? Það er ekki. Þeir sem geta samþykkt varamenn að gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá það yfirkjörstjórn. Aðalmenn verða, tillaga aðalmenn Egill Heiðar Gíslason ráðgjafi, séra Magnús Björn Björnsson og Sigrún Benediktsdóttir lögfræðingur sem yrði þá formaður. Þeir sem geta eða eru fleiri aðra tillögur? Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Varamenn, tillagar varamenn Erla Árnadóttir lögmaður varaformaður, séra Jón Ragnarsson og Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur. Eru aðra tillögur? Svo er ekki, þannig ég bið fólk að gefa merki hver er samþykki varamennina. Einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Og þá var beðið að það yrði bætt í kosninganefnd kirkjuþings og tillaga að Einar Örn Björgvinsson frá fjárhagsnefnd fari í nefndina og þá eru fulltrúar úr öllum nefndum. Eru aðra tillögur? Það er tillaga einn og já, það er tillaga einn og þeir þannig bara tillagan var einn og tillagan er Einar Örn og þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti,
það er samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Já, eftir að bera upp 3. málið og biðja bara að fá það upp. Nei, það átti vist eftir að bera málið upp. Já, og af því að þetta fór aðeins í hlé, þannig að málið er mjög skýrt núna. Þannig að þá ber ég upp nefndarálit og þingsályktun frá allsherjarnefnd á þingskjali númer 3. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel gemerki. Takk fyrir, einhver á móti, að samþykkt samhljóða. Og þá er nú bara komið að lokum þessa þings. Ég vil byrja á því að þakka starfsmönnum sem að vinna með okkur hérna alla daga og eiga eftir að gera mjög mikið þegar þeir komast aftur í vinnuna. Greið út laun til dæmis og fleira. Og ég vil þakka biskup og biskupsritara og vígslubiskupum fyrir þeirra veru hér á þinginu. Þakka Kristínu í eldhúsinu fyrir að hugsa okkur og þakka ykkur kirkjuþingsfulltrúum fyrir frábæran fund. Mér hefur þótt vera góður andi á þessum fundi og fólk alveg bara, já, það ríkir nú meiri kærleikur heldur en var áður og er það vel. Og þá bara óska ég ykkur öllum góðar heimferðar og segi þessum fundi slitið. Næsta kirkjuþing verður í mars að öllu óbreyttu, þá er þessum fundi. Ekki alveg, það verður eitthvað í kringum miðjan mars. Það mun verða gefið út mjög fljótlega svo að fólk geti skipulagt sig í kringu það. En þá er þessum þingfundi slitið.